Við hjá Verkís við leggjum okkur fram við að reka samfélagslega ábyrgt fyrirtæki og eitt af því sem að það kallar á er að við rekum þetta svona í samræmi við kröfur og reglur í stöðlum og erum vottuð til dæmis eftir ISO 14000 staðli, við erum með umhverfis handbók og setjum okkur markmið. Og undanfarin ár þá hafa markmiðin svolítið snúist þetta að reyna að huga betur að innkaupamálum, meðal annars að velja umhverfisvottaðar vörur þar sem að það er hægt. Við notum hins vegar alveg svakalega mikið af pappír og hann er umhverfisvottaður. Já, sem sagt fyrir nokkrum árum þá skiptum við yfir í prentskí hér. Það var bara boðið út og fengið slík þjónusta. En það sem var kannski stærsti munurinn að prentunin dróst alveg rosalega mikið saman. Að því nú þarf sem sagt fólk að standa upp, ganga að prentaranum, loka sig inn og láta prenta út. Og það bara hrundi niður prentunin. Þannig að það hefur hjálpað mikið til þess að spara pappír. Með ræstinguna þá var sett krafa hjá okkur í umhverfisstjórnunarkerfinu og það væri svansvottaðar ræsti þjónusta og hefur verið að ræsta síðan við fluttum hingað sem var eitthvað 2014-15 og þeir eru náttúrulega svansvottaðir. Við hjá Verkís erum með samgöngustefnu og hér við fyrirtækið er hópur vaskra hjólara. Það er allt frá því að vera afreksmenn í hjólreiðum og yfir í það að vera svona þeir sem að hjóla bara á sumrin eða allt árið til vinnu. Og þeim er gert hátt undir höfði, við erum með góða aðstöðu eins og við erum búin að skoða. Það eru margir sem velja sér að koma á reiðhjóli, við teljum svona 30-40, trúlega 50 reiðhjól á góðum sumardegi. Mælingin að mig minni sýnir að það eru svona, það eru 35% sem að nýta sér samgöngusamningin sem hægt er að gera hérna. Við erum þess utan að byggja upp bílaflotann okkar með vistvænum bílum. Við erum núna komin í ætlum sem sagt í fyllingu tímans að skipta öllum bílunum okkar út fyrir rafbíla eða á einhvern hátt vistvænni bíla heldur en það sem fyrir er. Þeir eru orðnir 3 í dag og reynslan er bara góð. Við þykjumst líka að sjá að menn eru að vera spenntir fyrir þessum kosti. Það eru þó nokkrir rafmagnsbílar í einkaeigu og fyrirtækið hefur verið að létta þeim líka lífið með því að setja upp hleðslupósta fyrir starfsmenn og jafnframt ætlum við að setja upp pósta fyrir gesti innan tíðar. Við sem sagt tökum út kolefnisspor Verkís. Við höfum gert það núna í 2 ár í tengslu við loftslagssamninginn sem við undirritum. Og þá kemur í ljós að stærsta hlutin af kökunni við kolefnislosunina frá okkur eru samgöngur og langmestir eru flugferðir og síðan akstur. Þannig að með því að vera að leggja áherslu á til dæmis vistvænni bíla þá teljum við okkur vera að draga úr þessu. Við vitum af möguleikum til að bæta okkur hér innanhúss. Okkur langar að taka á til dæmis matarsóun og við getum bætt okkur í innkaupum, við vitum að því og jafnt á því ætlum við að bæta okkur í samgöngumálunum og öðru slíku.